Góðan daginn. Hvað segið þið gott í dag? Allt gott. Séð á þér. Það er líka gott að segja allt gott. Þú ert náttúrulega búin að vera kvart undan í hitanum svo allinni. Það er hvað? Varst ekki þar? Það er ekkert að kvart undan honum, hann er ekki. Og það er nú ekkert að berjast við hann með ýmsu hætti. Það er ekki nú gamall bardagaundur eins og þú. En hvað það er þessi dagur uppi núna og við reynum að gera honum skil eins og við getum. Eins og við getum. Og þegar við getum. Við getum það. Að við erum uppi til þess að vinna ýmislegt. Það er engin lognmölla í lífinu og það eittir nú vera farin að vita eftir öllu sjálf. Hver dagur er hverjum öðrum skemmtilegri, það er nú það besta við þessa daga. Þess vegna getur maður alveg hlakka til nýs dags, en maður á ekkert að hlakka til nýs dags. Maður á að bara lifa þennan dag sem við erum í núna og reyna að skila honum á okkur eins og við vel og við getum. Og þá leggjast við að kátan nokkur sæl. Og svona látum við bara dagana líða, hvern og eftir öðrum. Við veitum ekkert hvað meitir okkur á morgni dags. En við veitum allt lokinn þegar að deginu lýkur. Voru verkin góð? Eða réð hefndarhugur ferðinni? Það er margt í boði, þú veist það. En það sem hefndarhugurinn ræður ferðinni, þar gleymist all gleðin. Og hvort viljið þið? Veit það ekki? Ykkur að segja, kæru vinir, það veit ég ekkert hvað menn er að pæla. Og af hverju þarf ég að vita það? Ég þarf ekki að vita það, minna ég er alveg sjálfið. Og að skila sjálfinu heilu heim, að kvöldið dags. Og ég í mín 71 ár hefum gert það með nokkur reisn og stein keikur enn í dag. Og svo sem sopið ýmsu hjöruna, en ekki lagt mikið í vana minn að vera kvarta, ég er nú held ég ekki þar. Og maður geti stundu verið óskaplegur aflari, sem var annar mál. Þannig að við erum nú bara menn. Ef maður reynir eitt og annað, kannski áhof oft í eigin mætti, en við erum það sem við erum. Ég tala nú ekki eftir að Guð kom inn í myndina, þá hefur hann hjálpað okkur við að vera það sem við eigum að vera. Og hvað eigum við að vera? Og hvað eigum við að gera? Drottinn segir töluvert það, gerið þið góða og fagra fullkomna. Þannig að við höfum fyrirmæli og til að gera það fagra fullkomna og gaf hann okkur enn einn daginn til þess að við getum framkvæmda. Við gerðum margt gott og fallegt í gær og við viljum gera það aftur í dag sem við gerum nú stundum. Þá þurfum við líka að endur taka það sem við gerðum svona gott í gær. Erum við til? Við þurfum að vera í stuði til þess. Já, við erum alveg til í það. En það góði drengir og góða stúlkur. Þannig að þetta er allt í boði. Það er bara spurningin hvað ég vil og hvernig ég vil akta á að hegða mér. Og þetta vil ég hegða mér vel og geri það nú svona yfirleitt. Kurteis drengur, hlýr og góður. Og ég vissum að þú tekur undir það. Konni, þetta er áfengjarlisna ungin. Ég man eftir einu, ég var náttúrulega bara eins og ég er. Þegar maður var hérna í gamla daga, þegar maður vistu það, þegar maður var á svo fyllir í þeim, þá gat maður verið svona tuðari og leiðinlegur og allt saman það. Og þetta var bara út af því að það var kannski farið að líða of langt á milli þess að maður dytti í það.
Maður var að stjórna að þessu. Það var bara að segja þessu þér og þá fór þessi svolítið að tuða. Og jafnir það heyrast í kringu, rosalega heiður og röfljónum kona. Þá var ég að tuða. Þetta var nú svona í grunnirinn var nú bara þessi að það var að koma eitthvað eiginmann sem að vildi kneifa ölið. Það var nú bara grunnurinn bak við það allt saman. Og þetta sérðu mjög í fari drykkjumann enn þann dag í dag að þeir eru mikið þarna. En þeir réttlaði þetta allt saman fyrir sér, það er allt annað mál. Það er nú einn vandinn við þennan drykkjuskap að menn er að réttlaði þetta svo mikið. En veit ekki kvölina sem þeir eru að valda manni og öðrum vegna einmitt nákvæmlega þessa. Þeir segja mér er alveg saman það, ég lifi bara mínu lífi. Og þeir lifa sínu lífi. Þangað til að þeir hætta að lifa þessu lífi sinni. Sem er takast en nefnilega það ekki. Og ég þekki alveg ótrúlega marga í gegnum tíðina sem hafa tekið sér taki og ótrúlega marga enn þann dag í dag sem aldrei snertu þetta eftir það að hafa hætt. Ég reynda þekki ekki söguna, getur vel verið lengi verið að reyna að koma sér frá þessu en ég veit þeim tókst á endanum og sumir af þeim eru búin að vera jafn lengi edrú og ég. Síðan áramótin 1979. Það er svolítið langt. Og þá var ég nú ungur maður, eins og getur rétt reiknað út. Ég er 71 í dag og þetta var 79. Hvað þú búin að vera lengi edrú? Þarf ekki að hætta, þú ræðir svo vel við þetta. Þú mætir alltaf í vinnuna þeirra. Næst stundum svona ryðgaður í kollinum í vinnunni, en þú mætir. Ekki alltaf alveg á fullum afkostum vegna þess að þú leið illa af drykkinu. En þú sér það ekki svona. Það er ekki til neitt meira blekkjandi aflaldur en áfengi. Eða þessi víma, það er ekki bara áfengi, það er mikið annað í dag. En þegar ég var á hér, þá var nú hitt svo sem til en yfirgnæfandi áfengið. Og þeir fyllibitnar kölluðu hérna dópista. Þeir segðu mér muninn á fyllibitt og dópista. Hann er nú ekki mikill að þú fara að skoða það. Þetta er sama mjöðurinn en svona öðru aðferði við innbyrða þetta. En áhrifin eru vond í öllum tilvikum. En þú ert auðvitað ekkert sammála þessu vegna þess að þú ert ekkert á þessum stað að sjá þetta svona. Eða allavega þú ert ekki komin á þann stað og þú ert farin að viðurkenna þetta svona. Við vorum löngu áður en við vildum nú fara að gera eitthvað í málunum, þá vorum við búin að segja að það var nú betra. Það gera þetta ekki, en við vorum alltaf á þeim stað, þeim blekkingastað, að við vildum bara einhvern veginn keyra okkur niður, fara ekki yfir strikið. Af því við þekktum ekki áhrif áfengisins. En hvenær tókst þér það? Hvenær tókst mér það? Aldrei. En ég vildi það alltaf. Svo byrjaði hitt og maður keyrði í sig mjöðinum og svo gleymdi maður stund og stað. Alltaf sama saga. Það þarf enginn að vera neitt undrandi á því þó að þessi hafi stundum vaknað með byrðarnar á sér og þú sem ert á þessum stað veist alveg nákvæmlega hvað ég er að tala. Það er ekki annars. En hvað ætlar að gera í því? Ætlar að leyfa blekkingunni að berja þig svolítið lengur? Eða ætlar að taka þig taki og gera það sem þú þarft
Og hvað þarftu? Ég held ég þurfa ekki að segja þér það. Það er að segja að þú ert á þessum stað. Hversu lengi hefur gert við þá hugmynd að kunna að læra þetta. Og kannski ertu búin að gera fullt af tilraunum til að læra þetta. En allt á sama veg. Því að þegar ákveðnu magni er náð, þá tekur magnið bara yfir. Og þú keyrist yfir og svo gleymur stund og stað. Þetta er alltaf sama sagan. Hvað leiðir út? Það er raun og veru engin leið út, önnur en hún, að leggja þetta til hliðar og taka upp líf í þeim knæktum sem edrú mennskan gefur. Þetta gerði ég. Úr því að ég gat það, þá getur þú það líka. Úr því að ég gat það, þá geta allir aðri menn. Ég líti ekki á mig sem styrkari mann nokkrum öðrum manni og heldur ekki neitt veiklund öðrum mönnum, en ég hef lært það í gegnum tíðina að gera það sem þarf. Og þetta var það sem þarf. Og þetta var það sem þurfti. Var ég þó bráðskemmtilegur eftir það? Það held ég ekki. Ég hef nú aldrei held ég verið það. Ég er ekki lengur hullur. Það er breytingin. Ég á engar eignir. Einu sinni átti ég hús. Það var eftir að ég hætti að drekka. Ekki hús, ég átti íbúð og ég misti hana. Ég var að segja það bara eins og að ég misti hana. Þannig séð að af því ég gafst alltaf upp, það var nú eitt maður. Og mér gekk svo illa að hanga í vinnu. Ekki það að einhver væri að losna við mig úr vinnun, en ég bara gafst upp. Hætti að geta þetta og þá náttúrulega gat maður ekki borga neitt. Þannig að maður var alltaf í einhverju vandræðum. Með þetta var eftir að ég hætti að drekka. Það kom mikið áfengi inn fyrir mína varir. En ég flög ekkert á vængjum einhverja hamingju. Þess að ég segi, ég er nú orðið 71 í dag og ég hef ekki, ég á nú bót fyrir eitthvað á mér, en ég á enga peninga. Langar mér í íbúð. Græta á hverjum degi eigi ekki íbúð. Nei, mér langar ekkert í íbúð. Ég á bíl. Og ég á í raun og veru það sem ég þarf. Hvernig stendur nú því? Það er leyndardómur á bak við það. Og hver er hann? Ég þekki Jesú. Það er hann sem hefur gert þetta allt fyrir mig. Og það er hann sem hefur sætt mig við allar mína kringumstæður. Og svo fer maður að sjá hégóman í svo mörgu sem maður eldist við og vildi ná í. Náði ekki í, já, náði í, ég náði að þangað sem ég vildi, það var ekki málið. En að halda því var annað mál. Og ég var að geta aðeins það hvers vegna ég held ekki. Ég var alltaf með plönin alveg á hreinu og gerði áætlanir og kann alveg að skipuleggja margt og svo sem var með þetta alveg á hreinu og svo hætti maður að pæla í því. Af hverju var það? Vistu það, ykkur að segja, þá veit ég það ekki. Vantaði mér kannski bara konu. Ég hef aldrei verið giftur. Ég held að það hafi nú ekki verið leiðin. Já, jú, það er alveg leiðin, jú, það er ekki rétt, jú, vissulega er það leiðin, en það var aldrei hlutskiptið mitt. Af hverju? Það er svona ljótur, bara myndalega maður. Svona er bara lífið. Ég sé náttúrulega rosalega eftir því að ég hafa aldrei náð mér konu og gifst.
Nei, ég ekki heldur þar og þetta bara skeiði, þetta staðan og það þýðir að vera að horfa öxl og gráta það sem kom aldrei. Ég veit tala eins og þú að ég hefði alveg getað náð mér í konu. Það var bara aldrei neitt mál. En ef maður stígur ekki skrefin þá gerist heldur ekki neitt. Það alveg sama hvað það er. Ef þú stígur aldrei skrefið þá gerist heldur ekki neitt. Þetta náttúrulega búið að vera alveg fínt að vera bara svona einsamall. Það líka plús. Ég sé svolítið plúsana. En ég sé líka hitt, því að þetta var maður í fjölskyldu, stóru fjölskyldu, mikið að vera og háværir hlátarar og allt saman það. En þetta ekki lengur. En þetta í raun og veru hætti. Þegar ég yfirgaf foreldrahúsin. Hvenær yfirgaf ég foreldrahúsin? Það var líklega 82, held ég. Í kringum 80, í kringum 80. Ég hætti að drekka 79, sem ég var að segja á þann. Og 1980 held ég að ég hafi farið og lagt raugina því að kaupa mér íbúð. En þangað til, ef ég man þetta rétt, þá var ég var í foreldrahúsinu þangað til. Svo ég gaf í þau, þá kring 81-2 og síðan yfir þessi búið 1 og harmar lifandsins og sköp það að vera alltaf 1. Ég ekki svo maður. Ég sé plúsana við það, þetta náttúrulega eitthvað sem maður valdi sér bara sjálfur. Og ég sé plúsana við það að þú ert, og ég reyna að vera eftir bara sjálfsins herra. Kannski leiðist þér einveran eða ég hef aldrei pælt neitt í þessu og það kom ekki margir og ég ekkert að biðja neinar heimsóknir og ég fer ennþá minna sjálfur en samt svona öður hvoru og ég fer bara mér langa til þess. Það verið, þannig lifi ég nú. Þannig að mér leiðist aldrei. Og þú heyrir ekki þennan kvarta svo mikið. Ekki í dag og að vera röflandi stundum að það komst ekki á fyllir í það að vildi það. Það var nú aðalástæðan fyrir því að maður var að röfla hérna og töða í gamla daga. Þannig að því þá er ég að fraktara. Og þá var ég að svilli í þessum maður. Og það hagaði þannig til að það var alveg möguleik á því að skipið hefði komið heim helgi. Og svo drósta eitthvað og ég verið þetta litla fúllmaður og byrja að tuða og röfla yfir því. Og aftur viðurkenni ég það var bara vegna þess að mér langar til að detti það heima. Og nota helgina í það. Þetta víst að vera á valdi áfengis. Og þessi gæi var þar einu sinni. En það ekki núna, í bráðum 50 ár. Og saknar þess aldrei. Honum fannst það aldrei skemmtilegt. Sumir reyna nú að halda í eitthvað og segja að mér fannst nú 15 skemmtilegt. Ég ekkert að banna mönnum að finna 15 skemmtilegt. Það ekki mín saga. En eftir það hefur nú margt verið skemmtilegt sem ég verið að gera. Og nú ég í kirkjunni. Stanslaustuð þar. Ég kann bergi betur við mig enn í kirkjunni. Og ég aldrei einn eftir að Guð tók mig til sín. Það er svo merkilegt maður. Samt ég oftast nær einn. Eins og einhver sagði, Konni eini, og voru að gera grína með þá. Og gera það ennþá held ég. Ég veit alveg hverju þeirra eru. Það alltaf meira að þetta hefði nennan þessu. En mér saman það. Þetta bara rétt. Ég oft einn. En ekki það, ég vil ekki vera annar staðar en ég ekkert eltast neitt við þetta. Bara aldrei ekki, ég hef nú vonað að gera en að vera eltast við ykkur á svona þvælu. Það nefnilega málið að eftir þú kemst við trúar, þá
og fer að spyrja þeim hvað hún mun að gera. Hafði ekki áhyggjur af því. Drottinn sér hvað þú getur gert. Hann hefur á því störf. En þú skalt ekki biðja of mikið þar. Ég gerði þetta einu sinni. Ég sagði, drottinn minn ekki til í aðeins að bæta þeim í störf. Mér fannst að vera lítið að vera. Og hvað heldur hann hafi gert maður? Hann hlóð svoleiðis á mig. Nei, þetta var ekki þetta sem ég átti við. Og hann heyrði þetta náttúrulega, vissi náttúrulega hvað hann var að gera. Og svo smátt og smátt fór að draga úr þessu og ég komst aftur á sama stað með svona bara alveg nóg að gera. Og eftir það hef ég ekki þórað að biðja þessu bæn. En ég sagði þetta öllum minni hjarta því mér langaði til þess að hafa þess meira að gera. En þarna var annarkvort í ökla eða eyra. Það var í ökla, það dugði, en svo fór það bara upp í eyra, það var allt og mikið. Og þessi voru að stynja og hvarta og byggðast vægðar. Það náði ekki verið að meina þetta svona. Og sá ég það að Drottinn heilmikill húmoristi. Hann vitið að hann oft fengi mig til að hlæja. Það er alveg skelfilegt maður. Ef hann gerir þetta að maður er að keyra einn maður svo allt í springum maður á látri. Ja, þetta gerist nú ekki oft og eiginlega er ég búinn að biðja hann að gera þetta ekki þegar ég er almannafæri. En hann átti þetta til og sagði hann eitthvað rosa fyndið maður. Og ég fór svolítið að hlæja maður, það skildi enginn af hverju ég var að hlæja, það var svona fyndið með að gallinn orðið vitlaus. Já, hann er ekki alveg svoleiðis, ég er náttúrulega orðið vitlaus fyrir löngun, en ekkert vitlausara en hann hefur verið. Og hvað er klukkan? Nei, hún er að vera 7 maður. Og ég trúi að ég að kjafta enn einu til núna mér allt einn. Það er að þessum manni. Ég verð að hætta núna. Ég gæti ekki hellt á, það var í kaffi á heimilinu í kirkjunni, þannig að kannski er eitthvað komið til þess að þá get ég hellt á. Verið sæl. Ég gerum þetta alveg örugglega aftur.